Slána Eiríksdóttir og Einar, ég að jafna mig af flensu. Já, ég heiti Geirdís, ég öryrki, ég í 50% vinnu, ég með kvíðaröskun, ég með áfallasveitröskun, ég þunglyndissjúklingur og ég með stoðkerfisvandamál. Og ég heimilislaus og ég fátæk. Það raunveruleikinn minn í dag og ég kaus að vera ekki á leigumarkaði. Ég flutti til Reykjavíkur fyrir ári síðan og byrjaði á leigumarkaði í einu herbyggi á 75.000 krónur á mánuði. Og eftir að vera búin að reka heimili í 30 ár og ala af mér 3 börn, 4 með því sem ég gaf frá mér, þá er rosalega súr biti að kyngja að hafa ekki efni á því að hafa þak yfir höfuðið nema að deila með einhverjum sem maður þekkir varla. Ástæðan fyrir því að ég kaus þessa leið er vegna þess að ég á rosalega góðan vin sem að útvegaði mér bíl og hjálpaði mér að innrétta hann. Og ég fæ að greiða honum bara eftir getu. Þessi kostur er margfalt sinnum betri fyrir mig fjárhagslega heldur en að vera ein á leigumarkaði þó ég fengi húsaleigubætur og sérstakar húsaleigubætur. Ég fengi ekki heimilisuppbót vegna þess að ég í einhverjum. Þannig að eins og allir vita að við öryrkjar, við erum bara aumingjar og eigum ekki að geta segið fyrir okkur, jafn mikið okkur langar til þess. Og okkur er refsað fyrir hvert einasta skref sem við tökum í þá átt. Þannig að það að velja það að verða heimilislaus, það var fyrir mér skynsemis ákvörðun vegna þess að ég vildi ekki bara lifa af, ég vildi lifa. Það sem er erfiðast í þessari stöðu er að það er engin almennilegur staður fyrir okkur sem að kjósum að lifa á þennan hátt. Við getum jú fengið að vera í Laugardalnum frá september og fram í maí fyrir 43.000 krónur á mánuði. Og þjónustu aðstæðan er ekki upp á marga reisa. Þetta er ekki boðlegt. Ég kýs að eyða ekki 50% af laununum mínum í að fóðra vasa einhverja annara þegar ég hef kost á því að gera mitt líf að því sem að ég vil hafa. Ég er að lifa í dag því lífi sem að ég vil en ekki því lífi sem að ætlast til af mér. Ég á 3 uppkomin börn og þau styðja mig heilshugar í því sem ég er að gera. Og það er ekkert sjálfgefið heldur. Og ég er líka einstaklega heppin með þau vegna þess að þau eru heilstæðir einstaklingar sem að standa vel á sínum eigin fótum. Og það er eitthvað sem að ég er að gera núna. Ég er að standa á mínum eigin fótum. Ég hef svo sem alltaf gert það, en ég hef gert það í basli. Ég hef þurft að vaða leðju upp fyrir mitti til þess að komast eitthvað áfram. En ég kýs að gera það ekki lengur. Ég vil hafa jörðina undir fótunum og geta gengið óhíkað. Og ég geri það ekki á rándýrum leigumarkaði.